að vera hræddur við það að samfélagið breytist bara svo djúpt grafið ofan í manns eðli að það ekki annað hægt en að allavega gefa sig bara að því þegar fólk að segja frá því. Og það ekkert langt síðan að ég komst á þann stað að bara hlusta á fólk sem bara í grundvallaratriðum fullkomlega ósammála mér og ég því. Þið geti ekki talað neitt á þess að segja við þurfum að fjármagna. Sko ég held að... Ferð þú bara út í búð að vera með pening eða? Hvað megum við ekki tala um það? Ertu hluti af nýju eða gömlu samfélkingunni? Og ég held að það sé bara full ástæða til þess að skoða hvort að það sé tímabært fyrir ríkissjóð, eða það sé ríkið, stíga inn í fjármögnun á leikskólakerfinu. Ég held að við séum að sjá teikningu loft að þetta síðastnefnda. Það sé verða til ákveðin jaðarsamfélög sem voru ekki einu sinni til. Nú samfélkingin búin að vaxa upp úr ESB. Ert þú búin að vaxa upp úr ESB? Nei. Hvað finnst þér að skekkja samningsstöðu leikskólakennarana og taka inn eldra fólk til þess að sinna þessu líka? Af og ömmu? Ég held að allir sem vinni á leikskóla ættu svona að vilja vinna þar. Það svona númer 1. Ég vendar ekkert heyrt þessa tillögu. Þetta gert í Breitlandi þar sem að í rauninni út af því að það voru svo margir eldri borgarar sem voru orðnir það var mikill einmannleiki. Já. Og þetta var gripið með því að þau færðu sig meira inn á aðstöðin á leikskólum. Ef við ekki bara gera þetta? Taka bara grund og sópaðum öllum á leikskóluna, dreifaðum Tjarnarborg og fleiri staði. Hljómar bara eins og prýðilegt prógram, sko. Já, hvort þetta leysi mönnunarvandann, veit það ekki. Það sjálfsagt að það verða allir að vilja vinna á leikskólanum. Mér langar til að nefna eitt sem ég held til dæmis að gæti komið inn sem lausn, sko, og þetta eitthvað sem ég bara... Þetta nýja stefna samfélkingarinnar? Nýja gamla, nei. Sko, ég tek þetta svolítið úr, sko, áherslum okkar í, heilbrigðismálum, þar sem við, notum, sko, menntasjóðinn sem ákveði stjórntæki, eða nefnum það sé hægt að nota hann sem ákveði stjórntæki til þess að stýra framboði til dæmis á lækkun á landsmiðinni. Það sé við einhver ívilnun í gegnum hann sem kemur þá til áhrifa að námi loknu, varðandi endurgreiðslur við það hvort til dæmis veljir að vinna út á landsmiðinni. Þetta þarfnast útfærslu eins og allt annað. Ég held til dæmis að það væri bara príma tækifæri fyrir okkur að nýta og skoða það hver kostnaðar áhrifin af því að nota mentasjóðun til að nota það að þú hafir til dæmis sinnt ákveðinu samfélagsvinnu, hvort sem það til dæmis í umönnun aldraðra eða umönnun barna, þess að eftir mentaskóla kannski tekur 1-2 ár og það getur komið þetta tekna síðan meir. Þetta bara sko hugmynd. Það myndum við fá ákveðin hvaðan í kerfið og stýra því að það ekki eitthvað, við verðum að hafa fólk inn á þessu stofnunum sem vill vinna þar. Manstu eftir hugtakinu framlínustarfsmenn? Hvernig geti ég gleymt? Já, þetta var hugtak sem við notuðum með fólk sem mætti alls ekki hætta að vinna. Og það sem hefur verið svolítið magnað sérstaklega í þessari umræðu, sko, að millistjórnendur sem eru að dreifa einhverjum Excel-skjölum sem aldrei eru lesin eru á töluvert hærri launum heldur en þeir sem voru framlínustarfsmenn. Þeir voru alltaf rosalega mikilvægi í COVID, sko. Og það sem mér hefur fundist Það lýsa mér, ég bara lesa öll þessi Excel-skjöl. Já, ok. En ég ekki að tala endilega alþingismenn eða eitthvað, ég að tala meira svona paper pushers til dæmis í Borgartúninu, svo ég tala nú bara hreint út og það ég trúnaðarfulltrúi og ég meina... Ég var það, sko. Já, ég held einfaldlega að það mætti alveg stokka upp í því kerfi og við tökum upp hugtakið framlínustarfsmenn aftur út af því að ég held að stéttabaráttan hafi kjarnar svolítið að sér alltaf í þessum samningum, ég meina nú eru millistjórnendur alveg brjálæðir út af því að þeir eru ekki að fá há laun fyrir sína vinnu eins og þeir gerðu núna fyrir nokkrum árum. Hlutdeildin af því að vera með menntun var kannski svona 33% hærri, það komin niður í 15-18% í dag með við láglaunin. En ég einhvern veginn farin að hugsa, sko, hvernig virðiskeðjan öll í þessu og ég tel að það sé jákvætt að fólk sækir sér menntun. Það mjög mikilvægt og ég held að gerir mann
gerir manni vel á hennum ýmsu sviðum. Ég held að það sé alveg svona óljós tengsl oft á milli þess hvort að námið þitt nýtist í vinnu eða ekki og það gerir það mjög oft þrátt fyrir það að hafa ekki svona augljós hugrenningatengsl gagnvart því starfi sem þú kemur til með að sinna. En aftur á móti, þá erum við einhvern veginn búin að sannfara okkur það að sérstaklega hjá hinu opinbera þá eru starfsmenn best nýttir með sína menntun í því að vera að skrifa einhverja skýrslur, vera að dreifa einhverjum skýrslum, sitja á fundum allan daginn og daginn út og daginn inn án þess að taka nokkurs konar ákvarðanir á meðan við höldum lágum launum í þessu sem við köllum, eins og segja, framlínustarfsmenn. Þannig að getur ég og þú ekki verið saman um það, þegar núna varst þú í svona þannig starfi og þannig að þú þekkir þetta út og inn og ég er búin að vinna á velferðarsviði í 15 ár og ég veit alveg að þetta er líka svona þar. Getur við ekki verið saman um það að fólk sem er með menntun er betur til þess fallið að sinna svona framlínustarfsemi í stað þess að vera með í einhverju sífelldri pappírsvinnu að búa til skýrslur? Ein létt, ein softball. Sko, mér finnst bara rosalega mikilvægt að svona framlínan njóti virðingar og það er einhvern veginn leið komin einhvern veginn í það að við erum bara stundum úti í vinnunni þá einhvern veginn gerir fólk oft ráð fyrir því þetta er svona blue collar fattaru sama skapa einhvern veginn að þú situr inni allan daginn fyrir saman skjá þá sé það eitthvað svona þá ert í raðhúsi, hinn er í blokkaríbúð. Það er ekki þannig á ekkert að vera þannig ég ætla ekki að tala niður mér finnst sko skýrslurnar sem þú nefnir bara að vera virðisaukandi, mjög margar. Ég hef líka lesið margar skýrslur sem eru það ekki. Ég hef líka kynnst fólki í framlínu starfi sem ætti kannski að gera eitthvað annað hvort að mér finnst rétt að afgreiða svona einhvern veginn fólk sem vinnur þægilega inni vinnu eins og það sé ekki að skapa kannski mikil auðæfi, mér finnst það kannski dálítil einföldun en þannig ég veit ekki upp undir hana en ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt að við skoðum með gagnrýnum hætti hvernig við forgangsröðum inn í aðra menntun á Íslandi. Það er endur aðeins verið að stokka upp í því. Ég er ánægð með það að fá bráðum að sjá nýtt reiknilíkan til dæmis í háskólanum. Og já. Já, ég er kannski að vera fullleðalur. Ég gerir mér alveg grein fyrir því. Þú mátt það líka. Ég kom hérna af ástæðu, sko. Já, ég veit það. Tróðaði svo henni mig En tölum aðeins aftur stjórnmálin. Höfum staðið eins á ríkisstjórninni. Já. Hvernig var með við stöðun í dag, með hvernig flokkan eru að vinna, segjum svo að þið fáið 30% á næstu kosningum og restin er með svona kringu 10%. Hver væri svona ideal 2 flokkar sem að þú sér fyrir þér svona, já, ég væri til að vinna með þessum? Sko, við eigum alltaf ekki eftir að sjá alveg hvað flokka væri í frambúði. Kannski dúkkar eitthvað nýr upp bara þarna í sumar. Okay. En ef við til dæmis, Ef við tökum bara status quo-ið. Ég veit, förum ég leik. Já. Við ætlum að para saman. Ég segi nefnilega 2 flokka og þú ákveður hvort þú myndir. Já, ok, ég gerir svona ding. Já. Píratar eða sjálfstæðisflokkur? Ég mér finnst mjög margt í sjálfstæðisflokknum áhugavert og spennandi. Þetta er fólk með mjög svona skýra sín á því hvernig það vinnur saman og það er kannski ekki alltaf til staðar hjá Pírötum, þau eru svolítið meira wildcard en við höfum þetta unnið mjög vel með þeim í borginni þannig að ég segi Pírötar eins og staðan er í dag. Miðflokkur eða sósíalistaflokkurinn? Sósíalistaflokkurinn er ekki á þingi. Nei, en þau ná 10% og miðflokkurinn 10%. Mér er svolítið erfitt að máta mig ekki við. Er það bara Gunnar Smári og já, ég myndi nú... Eða Sigmundur? Ég veit það ekki. Jú, segjum bara miðflokkurinn, reynum að hafa þetta spennandi. Það verður miðflokkurinn, Píratar og Samfylkingin. Herðu, þetta er bara draumaríkisstjórnin mín. VG eða Framsókn? Ég veit það ekki. Sko, ég held að, ég er laumi Framsókn, sko. Það er, þau halda svo skemmtileg partí. Já, þau eru reyndar hörku djamarar. Já, ég reyndar líka verið mikið í VG-partíum. Þau geta líka verið mjög skemmtilega. Aha, já. Hver er skemmtilegastur í VG? Skemmtilegastur í VG? Já.
Ég veit það, sennilega mömmi. Já, var það? Já, Hann er Við alltaf svo brúnaþungur þegar hann er í viðtölum. Er hann hress? Skemmtilegur? ég kynntist honum aðeins áður en að við bæði byrjuðum í pólitíkinni, þannig að ég kannski hefur áhrif á það mat mitt. Já. Já. En hjá Framsókn, hver er skemmtilegast þar? Er það ekki Þórarin Ingi? Tóti, Já. nafnið þinn. Tóti nafni? Þú óskar þess. Hann er mjög skemmtilegur. Já, hann er það. Ég ætla að segja, sko, sá aðalið sem ég þekki best núna í Framsókn er sennilega Lilja Rannveig, því að við erum í alþjóðastarfi saman í Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu. Og við, ég myndi segja að hún sé uppáhalds. Að öllum öðrum ólastöðum. Já, öllum öðrum ólastöðum. Það er stemningskona, sko. Núna er verið að fara að setja á útlendingalög, bráðum. Hvernig líst þér á þeim? Sko, Er skref í þessa átt nauðsynlegt skref að þínu mati? Og þú svona óhátt við hvort að þú sért, þú getur alveg farið yfir einhver forsendur af okkur fyrir skrítið að þetta síðan, en svona heilt yfir, ertu sammála því að það þurfi að grípa til svona, hertra aðgerða? Sko, ef ég var í dómsmálaráðherra væri þetta frumvarpið mitt, kannski ekki, sennilega ekki, ég veit það ekki. Ég ætla bara að segja, sko, það eru kaflar þarna sem eru þetta bara settir fram í þeim tilgangi að auka skilvirkni. Og mér finnst það í sjálfu sér bara mjög mannúðlegt. Þetta er mjög teknokratist, sumt af þessu, vannar skipun kærunefndarinnar, og líka ákveðina bara svona afgreiðslu rútínumála, sem ég veist í grundvallaratriðum bara æskilegt. Mér finnst mikilvægt að setja sig ekki upp á móti ákveðnum hlutum bara til að setja sig upp á móti. Eru þið bara að styðja þetta frumvarp? Ég finnst, sko, að núna í dag er bara einhvern veginn ekki búið að útkljá það innan þingflokksins, þannig ég ætla ekki að gefa það út akkurat núna. Ég get þess að sagt þér, eins og það lítur núna út, þá er ákveðin ákvæði sem varða fjölskyldusameiningar sem ég veist bara illa hugsuð, og þá er ég ekki að tala út frá einhverjum svona tilfinningarökum. Jú, auðvitað, ég starfendar bara alltaf, þau eiga bara alltaf við, það er mín skoðun. En þarna til dæmis er gert ráð fyrir þessum lögum að þau dvalarleyfi sem eru veitt vegna viðbótaverndar og mannúðarleyfis, og þú þurfir að bíða 2 ár eftir að fá að sækja fjölskyldusameiningu, og þetta eru ferli sem taka yfirleitt bara mörg ár, hvað sem er. Þannig að þú þarfst að vera 2 ár, og notabene no questions asked, það er engin svona skilyrði það að þú sért að í virkri vinnu eða sért einhvern veginn aktífur í samfélaginu, sért með húsnæði. Jafnaflokkurinn í Danmörku með þetta svona? Já, þau bara auðvitað reyna að teygja sig í ákveðnar áttir. Við erum auðvitað bara líka með okkur við Svía og Normenn. Það eru meiri svona kraf það að þú sért með takir okkur skref inn í samfélagið. Sért til þess ekki háður fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins, og sért bara búin að sinna svona ákveðinni sjálfsbjörg, sért stakk búin til þess að taka á móti fólkinu þínu, vegna þess að notabene það er alltaf betra að þú fáir fólki til þess að þú fallir betur að það í samfélaginu. Það er svona mín prinsip sín á þessu. Þannig að ég held að bara svona afgreiða bara þetta með 2 árum, þú verður bara að bíða og gera eitthvað ekki neina kröfu til einstaklingsins á móti líka. Það er mér svona óæskilegt, sko. Ég held að það þurfa að útfara betur. Já, ég nefnilega er alveg, ég er búin að vera mjög opinn fyrir því. Þegar þegar við tölum Íslendinga, ég myndi að spyrja Katrínu aðeins að eftir, hvað það sé að vera Íslendingur. Ég er rosalega amerískur í þessu, ég hugsa þetta út frá því að ég hugsa ekki íslenskt blóð, eða ég hugsa ekki svona að erfðir þínar sem Íslendingur sé eitthvað sem er gríðarlega mikilvægt. Ég hugsa alltaf bara að við erum með ákveðin gildi, og við erum búin að sýna fram á mjög gott, svo ég fá að sletta blueprint af því hvernig er hægt að haga mannlegu samfélagi. Ég sammála. Og ég held að við þurfum að viðhalda þessu, og allir sem að vilja breyta þessu eitthvað eða gera eitthvað eða þessuna þoli ekki orðið inngilding, út af því að ég held að þetta sé hugtak sem er bara bull, og ég held að við þurfum að haga málum þannig að þeir sem vilja hingað koma
og ef þeir aðlaga sig að þessu samfélagi og vilja taka þátt í því, ég meina, það er bara ekki spurning, þá vil ég fá bara eins marga og við getum í okkur látið, kannski ekki alveg, en svona upp á ákveðnu marki, án þess að samfélagsstruktúrun breytir sér sjálfur sér. Og þegar hvað tökum maður orðið inngilding, hvað er inngilding fyrir þér? Sko, mér skilst að það sé enska þýðingin og enska hugtakinu inclusion, sem er það bara að þú sért með. Allir sem vilja fá að vera með. Já, en þetta hafum við talað sko gagnkvæma aðlögun í þessu sjó. Hvað finnst þér gagnkvæma aðlögun? Þarna komum við bara svolítið að mikilvægum punkti. Þetta er bara kjarnin í þessu öllu, sko. Vegna þess að stjórnvöldum er í aðra röndina mjög umhugað það sem flestir inngildist hér í þetta samfélag. Það er lagt upp úr því í þessum útlendingalögum á þess að það sé einhver útfærslarendar á því í þeim lagabreitingum sem ég sé núna. Það er hérna að fara af stað aðgerðaráætlun móttöku fólks af erlendum uppruna og flóttafólks. Það er mikið lagt upp úr henni og við sjáum þetta líka í mörgu því sem Framsóknir setja fram núna aðgerðaráætlun íslenska tungu og hérna Ásmundur Einar líka með eitthvað óljóst frumvarp núna eða til skoðunar inngildandi menntun. Veit ekkert nákvæmlega hvað felst í því en ég ætla að vera jákvæð. Hver er með þetta, segir þið? Ásmundur. Og hérna Ásmundur Friðriks? Nei, Ásmundur Einar? Einar, já. Þarna málur að þeirra. Okay. Og hvar erum við ógeðslega mikilvægt? Hvar erum við að sjá ríkið stíga inn með mjög virkum hætti með fjármagnaðar útfærslur á nákvæmlega þessu? Það er bara mikil brotalum þar. Það er bara alls konar sett fram. Sjáum það bara gerast mjög reglulega fyrir stórkostlegar aðgerðaráætlanir með mjög metnaðarfullum markmiðum eins og í íslenskunni 18 liðum sem ég nota benni stið. Ég bara eftir að sjá útfærsluna. Það er bara, þannig komum við aftur inn í leikskólan vegna þess að við sjáum það sem markmið inn í inngildingaprógram sem eru til staða núna og Reykjavíkurborg hefur bent á að það er mjög massíft gert til þess ráð fyrir því að börn flóttafólks fá inn á leikskólum. En fylgir fjármagn til dæmis með því? Já, en sko Nei, það gerir það ekki. Þetta er samt sko þetta er stjórnmálamenn sko, já, og þetta er ekki bara samfélgin, þetta er allir flokkar. Þið geti ekki talað neitt á þess að segja við þurfum að fjármagna. Sko ég held að Ferð þú bara til búða hans að vera með pening eða? Akkur megum við ekki tala það? Akkur má ekki bara ávarpa þau verkefni sem er bara mikil eftirspurn eftir að séu framkvæmt hérna í þessu samfélagi og segja bara, herðu þið eru bara alltaf að tala eitthvað sem kostar pening. Hvað auðvitað? Það er bara hlutverk mitt hérna sem stjórnarnarstöðu þingmanns að segja bara, herðu, það er bara verið að bara gera ráð fyrir fullt af verkefnum og það er verið að skreita sem með einhverjum medaljum sem komast ekki til framkvæmda vegna þess að fjármálaráðherra segir bara, nei það fullt af fólki sem hefur tilfinningun að það sé verið að framkvæma þessi verkefni. En ég held að þurfum að passa okkur á því að sko, fólk af erlendum uppruna fái einnig tækifæri að vera eiginlegu smiður. Algjörlega. Og ég held að þegar við erum alltaf að tala um að fjármagna eitthvað verkefni, þurfum að tala um einhverjir svona talandum svona þægilegar innivinnur og svona einkennileg störf. Ég meina fólk sem er til dæmis í því að vera í einhverjum einkennilegum stofnunum í því að búa til bæklinga handa erlendu vinnuafli það hvernig þau aðlagast íslensku samfélagi. Ég held að aðlögun sé fyrst og fremst miklu meira félagslega tengd þar sem er ekki endilega fjármagnað af einhverju stofnun til þess að einn sinni þessu verkefni fyrir 1600 skall á mánuði til að búa til einhver bækling sem enginn les. Ég held að þetta fræðslu hugtak sé bara ekki til þess fallið að aðlaga fólk að okkar samfélagi. Samvættu við gagnkvæma aðlögununa þá einmitt rætti þetta við Orra Pál sem ég spurði hann sko, ef við erum inngildingu og gagnkvæma aðlögun gagnkvæma aðlögun er bara vond hugmynd út af því ef við viljum taka á móti fólki frá Afganistan sem að ég kenni Afgönum í hnefalega og ég kenni bæði ég ætla ekki að fara út í það hverjum ég er að kenna en þeir eru algjörlega frábærar og ég held að margir til sem er að flýja stríð og fleira þvíumlega er að flýja þannig ástand þannig að við höfum ekki gefa afslátt af því gildum sem að við viljum hafa. Við viljum ekki taka til upp viðmið og gildi frá Afganistan. Það er engin gagnkvæm aðlögun sem þarf að eiga sér stað. Ég held að þú sért að miskilja mig sko. Okay. Ég held að þegar ég er að tala um gagnkvæma aðlögun þá er ég að tala um það að við sjáum viðleitni frá fólki sem eru áhuga á því að gerast
þáttakendur í íslensku samfélagi, Já. nýjir Íslendingar Já, nei, ég var ekki að saka þig það. Nei, Ég og skildi það aðeins. svo kemur bara ríkið á móti með þjónustu handa þessu fólki, svo að það geti nýtt sér alla þá kosti sem Íslands samfélagi hefur upp á að bjóða og hér sé ekki að vera til ykkur hliðarsamfélag þar sem eru félagslega undirbúð og svo framvegis. Ég er ekki að tala það sem yfirleitt er nefnt í einhvers konar auka skauta umræðum það að nú verði nú bara ekki lengur í boði að borða XYZ í mötunutum landsins. Ég held að þessi umræði er bara ekkert til hérna og við þurfum Sem ekkert betur að fer. hafa áhyggjur af því. Það er bara auðvitað, ég menna, þú veist, eins og Þórður Snær hefur fjallað menna, það er líka út af því að þessi vandi er náttúrulega ekkert eins og hjá okkur eins og hann er annar staðar. Og það er svona fyrst mér líka eins og ég segi, mér finnst mikilvægt að við séum að eiga svona samræður út af því að mér finnst mikilvægast, ég var í samtali á samstöðinu núna bara fyrir skömmu þar sem við vorum að ræða þetta og ég meina þar til dæmis er aðlögun alls ekki búin að takast nægilega vel. Ég meina Á Norðurlöndunum það. Norðurlöndunum líka og Breitlandi. Já, einmitt. Og þar til dæmis, breski múslimar til dæmis 30% telja sharia lög að vera ofar landlögum og þannig að þetta er bara mjög varhugaverð þróun. Ja, það? Já, og 52% segja að samkynhneigð eigi að vera bönnuð. Þannig að sko meðal þá nýrra Breta eða já, meðal múslima í Breitlandi. Já, meðal múslima í Breitlandi, já. Og þetta er